Já, komið sæl og það eru synir Egils sem að hilsa þennan sunnudaginn sem aðra. Að venju brífa á vettvangi dagsins og til okkar eru komin Viðar Eggertsson leikar og leikstjóri, Helga Jónsdóttir bæjarfulltrúi í Kópavogi og Sunna Sæmundsdóttir fréttamaður á Stöð 2. Það búið umræðum þetta hvort að maðurinn væri dett út af þannig leyfum mér að segja fréttamaður. En hérna og svo eftir það þá ætlum við bræður að tala svona aðeins pólitíkinum okkar hætti og síðan kemur Ragnhildur Helgadóttir, rektor Háskólans í Reykjavík og ætlum að ræða við hana forsetaembættið og svona hvernig embættið og hvernig valdsvið forsetans valdsvið forsetans það kom alltaf til umræðu í forsetakjöri hvað forsetið má og það er líka, núna finnst mér líka verið að spyrja frambjóðendurna spurningar sem voru að koma þessu ekkert við, það er annað mál förum betur það seinna, en einhvers verðum við að byrja. Mér langar að byrja í leiðindunum þessu vaxtastefnunni að hvað vextirnir eru háir og hvernig það er svona, hvernig er þetta fyrir þína kynslóð? Þetta er náttúrulega bara erfitt, ég meina þetta er náttúrulega alveg ógerlegt fyrir marga bara að koma sér inn á húsnæðismarkaðinn og þetta er bara ríkalegt sko. En ég meina við næsta ákvörðum verða vextir búin að vera þá óbreyttir í heilt ár í þessu. Já, svona háir vextir. Já, 9,25% og maður skinnir ekkert eitthvað endilega séu að fara að lækka næst. Nei. Ég sá nú einhvers staðar eftir seðlabankastjóra að hann talaði það hvað eitthvað 25 punkta lækkun núna myndi ekkert skipta neinu máli. Og einhvern veginn vísaði sömu andrá í það þegar hann hækkaði vexti kröftulega yfir 1% í bara einu vettfangi sko. Og þá svona allavega, ég velt fyrir mig hvort að það væri planið að bíða átekta og geta þá lækka og bara svona þannig að skipta ykkur máli sko. En maður veit ekki sko, Greiðslubyrni við það mikið að fólk bara að bugast. Þú hýttir að heyra bara hjá því fólki sem að þú útlegst. Já, það er náttúrulega bara allir gangur á þessu, hvernig lán fólk er með og allt það. En jú, bara þetta er náttúrulega bara gigantist hjá mörgum. Já, en þín þó að því sé kannski ekki stór skuldut fólk, en ég veit ekki reyndar en þetta er erfið staða. Það er einmitt þetta að það skulle vera svona ójafnt skipt eftir hvort þú ert skuldugur eða hvort þú ert búin að komast fyrir vind og komin á aldur okkar við þess. Mér finnst það bara rangt og það hlýtur að eiga að takast á við það með einhverju mótvægisaðgerðum. Varðandi stýrivaxtaákvarðanirnar að þá vekur það líka sko til umhugsunar það að það er hluti af þessu þjóðfélagi sem er með atvinnurekstur og hefur sína tekjur í erlendri mynt og sín lán í erlendri mynt og kemst hjá því að taka þátt í þannig að þetta er eiginlega bara venjulegur íslenskur almúgi sem að er og sér bönkunum fyrir þessum ótrúlegu vöxtum. Ég ger mér hins vegar alveg grein fyrir því eftir að hafa lifað þá tíma að verðbólgan var geysilega há og vextir alltaf langt undir því og þá var rosalega eignatilfærsla frá þeim sem að fengu lán og þá var náttúrulega heldur ekki, þá voru lán skömmtuð. En þetta er sko hluti af miklu stærra vandamáli og það er eins og seðlabankastjóri segir, ef þú fær fjármálaáætlun frá ríkisstjórninni það sem er ekkert útfært hvernig á að takast á við það að það er sér brjálæðislega þensla í samfélagin sem endast og menn að berja sér á brjóst fyrir að hér hafa hagvöxtu verið mikill en við erum með grunnatvinnugreinar sem afla okkur útflutningstekna sem eru stjórnlausar, sem að kalla á það sko að við göngum nærri okkar auðlindum í ferðaþjónustunni. Við göngum langt umfram þann mannafla sem hefum tiltækan til þess að vinna störfin og það kallar á innflutning á fólki sem að sinnir störfunum og það kallar á húsnæði fyrir fólki sem kemur hingað til að sinna störfunum þannig að þetta er einhver vítarhingur sem að mér finnst eiginlega ámælisvert að menn hafi ekki sest yfir og sagt hvað ber Ísland mikið af ferðafólki og eigum við bara að segja það að við tökum á móti öllum af því að það skilar okkur hagvexti á
því tímabili sem að þetta getur gengið upp, en augljóslega gengur það ekkert upp til frambúðar. Við bara höldum áfram að taka móti og við sjáum hvað gerist á löndum eins og bara í Tenerife og víðar, Amsterdam, þar sem búið að ganga yfir mörkin. Já. Og eins og það dásamlegt að vera gestgjaf og taka vel á móti gestum sem koma til landsins, þá ef að gengið yfir mörki með þessum hætti, þetta að gerast í Prag, þetta að gerast víða. Já. Og af hverju ósköpunum reynum við ekki að stemma við stigu, og ef við gerðum það og hefðum stjórn á þessu, að þá varum við líka að takast alveg á við ótrúlega mikil þrýsting sem að þrýstir á vexti og verðbólgu. Já. Við ekki svona. Já, ég að hugsa það þegar ég var að kaupa mér fyrstu íbúðuna sem var pínlítil kjallarahóla vestur í bæ, einhvern tíma rétt 1980. Og það holskeflur sem að gengu yfir megnið af lífi mínu, því hafi tekið nánast allan vinnualdur minn til að eignast húsnæði skuldlaust, sem að ég gerði að markmiði mínu að það yrði áður en ég yrði eftirlaunamaður, og það rétt hafðist. Það má segja að allt það sem ég hef aflað mér í gegnum tíðina fór í þetta húsnæði. Vísu hefur það breyst úr þessari kjallarahólu í betra húsnæði í dag. En þessi rússíbana reið, stundum var slíkt misgengi á milli lána og tekna, að það láfið að ég misti í byrjun 9. áratugarins þessa litlu kjallarahólu bara vegna þess að það bara snar hækkuðu öll lánin. Og ég að horfa á þetta gerast aftur og aftur, og það að gerast núna enn einu sinni, og ég segi bara, hvað að? Akkur hefur okkur ekki tekist að laga þetta kerfi? Það á ekki að vera óbærilegu baggi að hafa þak yfir höfuði. Þetta lágmarks réttindi fólks, og ég tala ekki í svona harðbýlu landi þar sem þú getur ekki búið á götunni. Þetta lágmarks mannréttindi, og við eigum að búa til þannig samfélag að það geti allir átt þak yfir höfuðið, hvort sem það leigir eða á það, þannig að það hefur efni á því að lifa lífinu. Það fólk í dag sem að bæði þeir sem eru að reyna að eignast þak yfir höfuðið, og ég tala ekki hitt fólki sem að sér ekki þann möguleika að geta lagt út fyrir þeim grunnkostnaði sem það kostar að byrja, að það þarf að leigja á slíkum ofurkjörum að það nánast öll innkoma þess ver í það eingöngu að eiga þak yfir höfuðið á milli þess sem það í vinnunni. Þetta, það eitthvað mikið að samfélagi sem ekki býr betur að fólki, vegna þess að ég tek heilsugar undir með Helgu að það eru 2 þjóðir í landinu. Það eru þjóðirnar sem eru ofurseld þessari hagstjórnarkerfi sem að byggir á því að láta almúgan borga sem mest, meðan að aðrir sem hafa sölsað undir sig megnið af þjóðarauðunum geta hreinlega lifað í allt öðru fjárhagskerfi en með þín. Helga sagði að fengu ekki allir lán. Þegar ég keypti mína fyrstu íbúð, þá átti ég frænku á Seyðisfirði sem hafði sömu stjórnmálaskoðanir og bankastjórinn. Og þannig að þá var það, baði ég hana að hringja í bankastjóran til að leggja gott orð fyrir mig. Og svo þegar ég kynnti bankastjóran hans, hún Þrúða, hún hringdi nú hérna. Þetta bara klárt. En það var þetta að fara svona leiðir í. Nú búið að loka þessari leið og nú engin leið. Það búið að loka þessari leið, en nú engin leið í staðinn, Nei. Ég ætla samt aðeins að taka undir með Viðar, þessar sveiflur. Ég man eftir þegar við hjónin í gegnum byggingasamvinnufélag, þar sem við vorum þáttakendur, eignuðust fyrstu íbúðina og bara allt gott með það. Má ég spyrja, hvað byggingasamvinn? Kopphús. Og síðan förum við og tökum stökkið og förum að byggja einbýlishús. Og við seljum íbúðina og þá var það þannig að greiðslur dreifðust á 1 ár samkvæmt kaupsamningi, og þær voru ekki sem sagt með vöxtum. Og hvað þá verðbótur. Og þegar að við vorum að ströggla með einbýlishúsið, að það var verðmæti íbúðana sem það var átt
nánast að engu gert. Þetta var árið sem 130% verðbólgan var einn mánuðin og allt það. Þannig að þetta ekki eins og þetta sé alveg nýtt að það séu þessar skelvingar í sambandi við það að koma sér þakki yfir höfuði. En ég held að ég tek bara svo undir með við þeirra. Þetta náttúrulega bara mannréttindi. Þú þarft að eiga kost á að koma þér í tryggt húsnæði, hvort sem það eigið húsnæði eða leiguhúsnæði. Og fólk gert það bara allt og erfitt fyrir eins og hér stendur á. En Viðar 1980, hver var svona efnaðslega staða hans? Heldur að Viðar 1980 gæti keypt sér húsnæði í dag, litla kjallaraíbúð í Vesturbænum? Nei, sko, ég gæti keypt hana en að haldinni, það var engin hægðarleikur, sko. Það var engin hægðarleikur vegna þess að þetta var slíkur rússíbann á þessum árum, sko, að það var, sko, bara skyndilega einn dag ég vaknaði maður við það að eignum var bara í neikvæðri eigum hans. Og maður var bara berjast fyrir að halda henni til þess að eiga eitthvað, og þetta raunverulega sko ævisparnaður allra, meir og minna, venjulegs fólks, ævisparnaður minn, þetta raunverulega lítið át á næstu eins og lífeyrissjóð minn, hefur farið í þetta þak. Það þitt megin verkefni hérna á jörðinni. Já, það bara Þetta er Tómas Jónsson Letzerbók, ég kjallaraíbúð í Hlíðunum, þetta hans niðurstaða. Hans ævi. Ég var eins og froskmaðurinn sem var dulnefni Guðbjörns Bergssonar. Við Sigvar Hermann Másson sem var sögupersóna eftir Guðbjörns sem skrifaði Froskmanninn. Og ég var settur í því að lesa upp úr Froskmanninum þegar hann kom út. Og þegar ég hélt að Guðbergur væri á Spáni, því að venjulega þegar hann var að gefa út bækur þá lét hann sig hverfa til Spánar og ég var beðin að lesa upp úr þeim, en það voru venjulega eftir Guðberg. En þessi bók var allt í henni eftir einhvern mann sem var sagt að væri dulnefni og héti Hermann Másson. Og svo þegar ég trillaði upp á einhverju stórri samkomi í Gamla Bíó að fara að lesa upp úr þessari nýju bók eftir þennan höfund sem var undir dulnefni, þá svona fólk físlum salinn að ég væri að gefa út bók og meðan satt Guðbergur og fyrsta bekk algjörlega í kenga hlátri. En þetta mjög kostur þetta á honum að hann sem sagt gefur út eða lætur sögupersonu eftir sig skrifa bók og lætur mig svo síðan. Það var svo mikið skáld að skáldsanapersonur hans voru skáld líka. Herðu, en ég veit ekki hvort að passa inn í þessa umræðu. Fyrir einhverjum árum að þá var ég að labba með hundum minn og fann seríu sem að BBC hafði gert. Það sem að töluðu við fólk eftir svona áratugum. Töluðu við fólk sem hafði verið ungt á 7. áratugum. Og umræðefni var bara hvernig gekk ykkur að koma ykkur upp heimili og hvernig var aðstæðan, fenguðu stuðningur á fjölskyldunni, hver var stuðningurinn frá samfélaginu, byrjuðu að leigja og svo bara rakið ævi mín sem kjallaraíbúð í Hlíðunum. Og svo tóku þeir þá sem voru 7. áratugnum og 8. áratugnum og 9. áratugnum. Þannig frábær sería. Og þá sér maður svona breytingar sem að verða í bresku samfélagi. Og þá alltaf eins og hér nefnt byggingasamvinnufélög, þau eru ekki til lengur. Það var möguleiki áður að almenningur gat búið til sín byggingasamvinnufélög og eignast eitthvað. Það var til verkamannabústaðir og það var, leigumarkaður var allt annar. Og það sem var hryllilegt við þessa seríu í Bretlandi var að svona upp úr þeir sem eru á 10. áratugnum og 1. áratug þessara og síðan bara fólki sem ungt í dag, að það það einhvern veginn gengur inn í heim þar sem að því bara ætlað að bara búa til peninga fyrir okurleigara, þeir sem eru í okurleigu, eða þá að bara vinna í happadrætti, til dæmis það að eiga ríka foreldra eða eitthvað slíku, það er eina leiðin út. Og ég held að ef við myndum labba svona gegnum þetta, þótt það hafi verið erfitt í gamla daga, þótt að Viðar hafi þurft að nota allt sem hann átti, að þá var hann líklega fátökuleikari 1980, þá gat hann keypt sér húsnæði. Ég held að fátökuleikari í dag getur ekki látið sér dreymum það. Og svo er það líka bjargirna sem að svona venjulegt fólk hafði á móti
öflugu lánakerfi og svona voru bara meiri, það voru þessi byggingarsamvinnufélög sem náttúrulega mótuðu uppbyggingu Reykjavíkur til dæmis. Ef við bara keyrið hverfi Reykjavíkur, að þá þetta stórleiti byggt upp af byggingarsamvinnufélögum, það símablokkin og löggublokkin og þið þekkið þetta allt saman og svo náttúrulega verkamannabústaðir og fleira sem að tóku við fólkinu sem kom utan á landi, þannig að það gat eignast húsnæði. Nú fólk að koma kannski ekki utan á landi, þetta utan á heimi og líka fólk að koma út úr frá fjölskyldum sem að kannski hafi ekki fjárhagslegt bólmagn til þess að bara kaupa húsnæði fyrir börnin sín. En ég sé ekki, þú veist, hver að taka á móti þessu fólki, sko. Hver með úrlausnirnar? Ég held að við höfum bara í alvörunni, þá við bara gengið yfir eitthvað bara trú á því að einhver svo kallar markaður myndi vera að redda þessu. Markaður eru aldrei reddað húsnæði fyrir svona millitekki fólk og þar fyrir aldrei, hvergi sögunni, hvergi heiminum. Nei, og svo nýjust upplýsingar líka það að það stefnir í enn meiri katastrófu. Það kemur til með að vanta alltaf fleiri og fleiri íbúðir bara næstu árum og það herði þá bara að þeim sem eru sko ekki Fasteignaverðið að rjúka upp núna sko. Fasteignaverðið að rjúka upp þrátt fyrir vextina. Því að skorturinn svo gríðalúr. Þú getur líka ímyndað ykkur, hvað ekki 1000 fjölskyldur úr Grindavík sem skyndilega þurfa að leita sér nýju húsnæði. Þetta hefur áhrif á markaðinn sem þegar sveltur fyrir. Og þau kvartaðu þetta undan til stillalega, þau verða mjög vör við það hvað húsnæðisverð hækkar skyndilega þegar þau fara að bjóða í húsnæði. Og þetta hefur alveg svakalega áhrif á markaðinn með eins og við tölum við Helga að öllum þessum árum sem við höfum lifað og hort á þetta gerast aftur og aftur með mismunandi hætti að við skulum ekki enn vera sáttmáli í samfélagi það að hver kynslóðin fætur annarri þurfi ekki að ganga í gegnum þessar hörmungar. Við eigum að vera búin að búa til almennilegt bara vaxtabótakerfi, tilfærslukerfi. Það var reynt, sko, svona uppbúru eftir miskikisópin. Það var reynt að búa til skárri húsnæðisstefnu. Má kenna það bara við Jóhannu Sigurðardóttur sem var í ríkisstjórninni ríkisstjórn Þorsteins og Steingríms og svo áfram í ríkisstjórn Davíðs. Það var reynt að búa til, bæði við að byggja félagslegt húsnæði, þá var verkamannabústaðir ennþá í gangi, verkamannabústaðir sem voru byggður upp í Grafarholti eru frá þeim tíma. Það var reynt að búa til lánakerfi sem að gat stutt fólk, vaxtabótakerfið. Þetta var síðan bara eyðilegt í upphaf þessu aldar. Já, sko, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn þegar þeir rústuðu þessu verkamannabústaðarkerfi og Jóhanna hélt sína lengstu ræðu og bara held ég eina lengstu ræðu þingsögunar þar sem hún var að reyna að spyrna við þessum gjörðum. Ég var þingfréttamaður á þessum tíma og það var mjög mikil átök í ríkisstjórninni og kratarnir voru með þetta ríkisstjórn Davíðs, kratarnir voru í sínu þingflokksherbyggi og Sjálfstæðisflokkurinn í sínu stóra hinum með í gangi og það bara fann alveg það var svona spenna og svo kemur Sighvatur Björgvinsson fram og Friðrik Sófusson og þeir svona ætlu að tala í hálfum lögum en þeir voru bara ekki, það var ómikið undir til þess að þeir svona töluðu og það enda með því að Friðrik sagði látið í kellinga helvítið hafa allar þær íbúður sem hún vill og fór svo til sitt þingflokksherbyggi og skellti hurðinni og hann var konið frakkan að Sighvatur og hún lág svo mikið á, hann skellti á frakka sinna, þurfti að opna aftur til að komast inn í herbyggið. En þarna var Jóhanna sem sagt á móti öllum þessum köllum sko, að berjast fyrir þessu. Og síðan kom bara nýr flokkur í ríkisstjórnina 95 og þá breyttist allt. Tilraunin til þess að búa til hér húsnæðiskerfi sem að væri fyrir almenning var fellt og nú erum við með húsnæðiskerfi sem byggt fyrir verktaka og leiguógrana. Það bara staðan. Já. Skömm okkar að hafa látið þetta gerast. En takk upp léttara hjálp og tala fórsetakjör. Svo ertu búin að vera að vinna eitthvað í Hvað segirðu? Búin að vera að vinna eitthvað í frétti eða samtal út af fórsetakjör? Já, eða svona mikið skipulagningu. Við erum búin að halda úti pallborðum þar sem við fengum til okkar forsetaframbjóðendur og fengum maka á föstudaginn. Það var mjög skemmtilegt svona að skiknast aðeins inn í svona hvernig þau sjá allt saman fyrir sér. Svo verðum við með kappræður í næstu viku sem Heimir Már stýrir þar sem við fáum til okkar efstu 6 og getum kannski fara eitthvað aðeins meira á dýftina heldur en með 12. Já, það er svolítið flókið. En hvað ætla að gera við hina 6? Við erum alltaf búin að bjóða öll með pallborð
þannig að fá allir, það er allir komin þangað og þetta í rauninni, þá þetta... Þú meina það. Já. Það allir búin að koma í pallborðið. Já, öll sem mælast yfir 5% og efri helmingurinn bara, til að geta fara aðeins meira á dýptina. Já. Og efstu 6 eru þá Katrín og Halla Hrund, Jón og Baldur. Og Halla. Halla Tómasar og Arnar Þór. Já. Eins og staðanir í dag, já. Það var náttúrulega sviptingar í síðustu könnun. Hvernig lésið þið þetta? Halla Hrund að missa fylgi toppán og snemma? Já, þetta allt mista svo, þetta svo furðulegt eiginlega að horfa á þetta hvað hún reis svakalega hratt með við einhvern veginn það þekkt, en enginn vissi hver hún bara og ég veit ekki hvort þetta skýrist einhvern veginn, nú náttúrulega hún búin að mæta í kappræður og viðtöl og svona hvort fólk hafa svona betri mynd af henni og getur tekið svona upplýstar ákvörðin. Stóðu sig ekki illa í hjá RÚV þegar voru all, mér fannst hún svona... Já. Stóð sér ekki vel, já. Nervus. Já, og... Þreytt, sagði ykkur. Já, ég meina hún var búin að fara sama dag í pallborð og held ég til Stefán Seinars og svo í þetta. Já, eftir að vera búin hjá Stefán einn. Já. Verður undar straujanna fram og tilbaka. Já, en það eru 3 vikur ennþá og það svo margt sem getur gerst og það hlýtur að vera svolítið erfitt fyrir ykkur að, svona þegar að gefa fólk í sviðið að því að við reynum auðvitað að halda í lýðræði og þetta eru allt sem sett frambjóðundur sem að hafa fengið réttmæti það að bjóða sig fram að það lítur erfitt fyrir ykkur á fréttamiðlunum að vera ekki bara að fara eftir skoðanakönnunum hverju sinni heldur gefa öllum nokkuð jöfn tækifæri. Af því að það getur svo margt breyst. Það getur margt breyst en maður einhvern veginn er kannski ólíklegt að þau sem eru alveg á botninum skjótust af efstu ekki útlokað en Já, það er svona alltaf ólíklegra með Höllu Tómasdóttur síðast Já. Skaust upp á síðustu Hver byrjuði að rísa dögunum. Já, en þau sem eru kringum 1% kannski ekki líklega í sigurvegarar. Ég veit ekki en það sem ég fannst mjög merkilegt var það að það tókst að halda úti þessum þætti hjá Ríkisútvarpinu þannig að almennt lokið lofsorði á hann. Já. Og mér finnst það bara ótrúlega merkilegt að það hafi tekist með þessa 12 frambjóðendur alla þarna og út af fyrir sig má hafa alls konar skoðanir á því hvernig eigi og hvenar eigi að flokka einhverja 6 frá og einhverja 6 í burtu. Þó að ég, ef maður með eitthvað kalt mat núna, þá það nokkurn veginn svona, gefur manni vísbendingar það. Ég hins vegar þeirra skoðunar að við séum mjög fjarri því að vera búin að setla það hver niðurstaðan verði og mér langar aðeins til ef ég má að varðandi forsetakosningar, ég hlakka til þess að heyri Ragnhildi Helgadóttur og ég hef skrifað mikið og ég hef unnið með forsetum og ég hef unnið með forsætisráðurum og ég hef verið ritari ríkisstjórnar og ég hef verið formaður orðunefndar og verið mjög nálægt forsetum og þetta ekki til þess að tala það út frá öðru heldur en því að segja ég hef verið þarna á þessum vettvangi og það sem að mér finnst vera merkilegt það að menn tala dálítið það og vitna í það að forseti okkar Guðni hafi sagt að það vanti starfslýsingu fyrir þetta starf og það sé svo lítið við að styðjast og ég get bara sagt það því að ég vann í sama húsi og Vigdís, það voru forsætisráðuneytið og forsetaembættið saman að á þeim tíma að þá eiginlega datt engum í hug að starfslýsingin fæli í sér þar sem að svo gerðist á tíma síðari forseta eins og Ólafs Ragnars og mér það minnistakt og það ekkert leyndamál að til dæmis að bara ráðherrarnir kallarnir í ríkisstjórnin þeir voru mjög ósáttu við Vigdísi fyrir það að biðja það að þurfa ekki að undirrita löggjöf sem að setti bann á verkfall flugfreyja á frídegi kvenna. Þannig að, og það bara, mönnum fannst þetta slík freka í forsetanum. Síðan þegar að Ólafur Ragnar kemur að þá einhvern veginn
bara fyllt út í starfslýsinguna með allt öðrum hætti. Og það fer ekkert á milli mála, þetta var ekkert smá skref sem að steig mér fjölmiðlalögin. En Helga, íhugaði Vigdís ekki að varðandi EES-samninginn, að skrifa ekki undir hann? Og það tóku sér tíma og menn sættu sér við það þá. Já, en hún íhugaði, þannig að glufan var þarna. Ég skal ekki segja, þá var ég hægt að vinna þarna og var ekkert á vettvangi lengur. Það komið fram, hún tók langan tíma, einhverja daga í þetta. Það tók hátt í mánuð ef ég man rétt og það sem auðvitað lá fyrir þá var það að mjög margir af hennar diggustu ráðgjöfum, vinum og stuðnismönnum voru afskaplega mótfallnir þessu máli. Þetta hins vegar, hún gerði það sem hún gerði og þar lá auðvitað fyrir að formenn ríkisstjórnarflokkana sögðu henni frá því að það væri búið að fara í gegnum þessi pólitísku átöku í þinginu og ef að það ætti ekki að staðfesta þarna þá væri það bara eitthvað stjórnarkreppa sem að því hlytist. En Ólafur Ragnar tekur þá ákvörðun og hann kemur inn í umræðinu. Ég skrifaði einu svona grein valdsvið forseta þar sem að nánast var að tala á þeim nótum að það væri meira svona bara áhrifavald og formlegt vald. En það í mínum huga eftir það sem að gerðist á valdatíð Ólafs Ragnars að þá fer ekkert á milli mála. Að það bæði þessi mikli varnagli en það líka allt áhrifavaldi sem fylgir embættinu og ég man eftir því að hafa farið í opinbera heimsóknir til útland og finna það hvílíkur fulltrúi Íslands Vigdís Finnbogadóttir var og hvaða ásýnd hún gaf okkur og þetta rosalega mikils virði og ef ég segi það fyrir mig að það ég lærið það einhvern tíðan ung sem stjórnandi að maður ætti að líta það sem mesta tækifæri sem maður fengi að það losnaði starf og þá ætti maður að endurskoða starfslýsingu og athuga hvort að það væri annars konar starf heldur en sá var í sem að fara í burtu og svo ætti maður að skilgreina hæfniskröfur bæði út frá einhverjum svona hlutlægum mælikvörðum en líka út frá huglægum mælikvörðum. Og ég bara segi það alveg fyrir mig að mér finnst það svo augljóst á Íslandi í dag að það einhver kandidat sem myndi falla inn í allar, þú myndir tikka við í öll atriðin í boxinu varðandi það að hafa undirbúning til þess að takast á við starfforseta þannig að það sé hægt að treysta því bæði út á við og inn á við að það sé í höndum þar sem reynsla. Svo eru aðrir sem eru minna reyndur og kannski allt og ég ekkert að segja hvað aðrir eiga að hafa skoðanir. Vigdís hefði ekki staðið þetta próf 1980, þetta miss? Þú hefur ekki fengið hann ef þú eru lagt þetta próf fyrir hann? Ég algjörlega sammála, enda fór hún aldrei í gegnum það sem að gerðist þegar og Ólafur Ragnar auðvitað færði sín rök fyrir því að forsetaembætti væri þjóðkjörið af því að það væri hugsa sem fulltrúi þjóðarinnar ef að pólitíkin hlustaði ekki á þjóðina. En það hafði enginn gert áður. Við lifum meira við það ástand að pólitíkin hlustar ekki á þjóðina. Ég held að það sé meira núna heldur en 1980, 1906. En þarna, og núna sjáum við forseta umræður þar sem að samtali gengur meira og minna út á það hvernig menn ætla að beita út frá hvaða forseta menn ætla að beita. Þetta var ekki til þegar ég lærði lögfræði, þá var þetta bara formlegt embætti. Fyrir 2016, áður en að Guðni gaf kost á sér og fór í frambúð, þá tölum við mjög mikið saman. Ég var að vinna þætti þessar 5 forseta og svo voru ekki sýndir meðal annars út af frambúði Guðna. Við tölum ekki það. Hann sagði alltaf að þeir forsetar sem að verið hafa hver og einn mótað embætti svolítið eftir sín höfðu. Og það var alltaf munur á milli. Að þetta þroska svona frá manni til manns. Er það ekki rétt? Algjörlega og ég held að það sé alveg en það verða ströngkvörf þegar að stjórnmálafræði prófessorinn sem hafði sína víðtæku pólitísku reynslu settist þarna inn. Og ég alveg viss það í stjórnarráðinu að þar hafa menn verið með einhverja vangaveltur það hvernig þetta væri hægt að hann leyfði sér það því allar ákvarðanir eru á ábyrgð ráðherra
Stjórnarráðin náttúrulega vill hafa sem minnst vald hjá í Bessastöðum. Það bara skiljanlegt. Þeir vilja ráða öllu. En ég held að þjóðin vilja hafa eitthvað vald á Bessastöðum á móti þinginu og ríkisstjórninni. Já, þá skulle menn hugsa það hvers slags vald það og hvað það á. Þjóðin ekki sérstaklega hrifin á ríkisstjórn Alþingi á Íslandi. Það bara staðreynd. Já, en sko... Þess vegna kemur þetta í forsetakosningum vilji til þess að við getum nota lýðræðið okkar einhvern veginn til þess að þoka Íslandi meiri það átt að þjóðin hafi einhver áhrif á það hvert verðum að fara. Algjörlega, og það hefur verið sko menn tala um það þegar þeir eru að horfa til embættisins að það hafi verið tilheng til þess að kjósa gegn valdinu, kjósa einhverja sem er. Ég bara segja að ef við erum að tala um embætti sem hefur þróast með þeim hætti sem það hefur gerst, að þá krefst það held ég reynslu og innsýnar og þekkingar að beita því með réttum hætti. Ég held líka að það sem mestu máli skipti í embætti forseta að það sé einhver mannasættir sem kann að hlusta og kann að beina mönnum áfram en ekki setja þá í eitthvað svona Takk þeim alls á, er þetta hættið? Hvað segirðu? Nei, þú varst að biðja orðið þetta? Nei, mér heyrist þú ert að tala um Katrínu Jakobsdóttur, ekki rétt, þegar þú ert að tala um að það Ég held þú skiljið mig alveg rétt. Ég held hún hafi verið að tala um Baldur Þórhallsson. Akkurat, Ég hef allavega mjög ákveðna skoðun á því þessu sem að Helga er að segja. Það virðist allavega, ég meina, það er nokkuð augljóst eins og ég horfa á þetta, að þær tvær, að það verði svolítið valið, Halla og Katrín og ég ímyndi mér einhvern veginn að það gæti mögulega sko, ég meina, fólk þekkir Katrínu, það veit hverja gengur að, en hérna Halla er svona svolítið óskrifa blað og fólk er enn að kynnast henni sko og bara ég velt fyrir mig hvaða tromp Katrín á svona, hvað hún er með til að einhvern veginn ná fylginu yfir til sín og það er þá alveg bara ef einhvern veginn Halla misti úr sig, ég veit ekki, minnst hún eiginlega svolítið verið að treysta það. En svo gæti mitt, það eru margir sem hafa svo sterka skoðanir Katrínu vilja hana alls ekki, að þau gæti náttúrulega, þegar þetta fer að teiknast upp kannski þessi staða, að þá fari fólk sem ætla að kjósa Jón Gnarr fara að kjósa svona skynsamlega og fari þá yfir á höllu. Þetta held ég líka. Ég held reyndar að vera frekar Halla Tómasdóttir, ég held að hún sé að uppleið. Sko. Já, getur verið. Sko ég er í svona vandræðum hérna, sko, ég tekið undir margt af því sem að Helga segir, en við skulum ekki gleyma því að kom forseti á eftir Ólafi Ragnari, forseti sem var mjög vel að sér varðandi forsetaembættið og hafði ekki verið í pólitík. Það er svo mikið, mér finnst það skipta svo miklu máli að fólkið velji forsetan. Og mér finnst það skipta svo miklu máli að sé mjög góð og löng armslengd á milli stjórnarráðsins og Bessastaða. Og mér finnst það ekki endilega bara loftlínan, heldur líka bara að vega spottin sem það tekur. Og ég held að sé mjög gott fyrir þá sem eiga erindu stjórnarráðunni yfir á Bessastaði að þeir hafi góðan tíma í bílnum og leiðinni til að hugsa sinn ganga. Mér verður svolítið illt í siðferðinu. Þegar mér finnst þetta eitthvað svo sérkennileg staða að bussi frá mannustunni bara staðan að forsætisráðherra sem kjörin er á þing og leiðir og myndar ríkisstjórn 2017 og situr heilt kjörtímabil endurnýjar síðan þennan sama stjórnarmeirihluta og situr sem forsætisráðherra standi skyndilega upp frá hálfnuðu verki og segi, nei, nú ætla ég að verða forseti. Án þess að klára verkið sitt, að stíga eins og einhver sagði, já, bara án atrennu úr forsætisráðherrastólnum í forsætið. Þarna finnst mér verða vatnastíl í sögu forsetaembættisins. Mér finnst það verða vatnastíl þegar fólki finnst það eðlilegt að pólitíkus setjist beint úr sæti forsætisráðherra inn í forsetaembættið sem þarf að vera mótvægi við stjórnmálin. Þarna munum við á næstum vikum og mánuðum og árum koma þau mál sem viðkomandi hefur verið að vinna með í ríkisstjórninni, pólitísk mál, bæði sem hafa verið sáttu við eða verið í málamiðlunum með og svo framvegis. Mér finnst að skipta máli
að það verði þarna ákveðin skil. Ég sé ekki að því að pólitíkus muni einhvern tímann setja síðan í sæti forseta og jafnvel pólitíkus sem hefur verið að leiða ríkisstjórn. En að fara beint úr forsætisráðherrastólnum í forsetan finnst mér eiginlega bara ekki ganga upp. Bara siðferðilega í mínum huga þá finnst mér, og mér finnst vont að því að þetta svo sérstakt embætti. Þetta ekki valdamikið embætti þannig séð. Forsætisráðherra miklu valda meira embætti. Þetta aðhaldsembætti þar sem að þjóðin velur sér fulltrúan sinn til að hafa aðhald með pólitíkinni. Maður heyrir þetta mjög mikið. Já, og þetta bara mín skoður. Já, ég held að það hjálpi líka. Og ég voru glaður að þú hefur heyrt fleiri segja þetta. En ég bara á mjög erfitt með þetta. Að mér finnst það skipta miklu máli að þjóðin velji forseta. Og til að mynda finnst mér líka skipta miklu máli að þeir sem hafa völd, hvort sem þeir eru pólitísk eða hafa lendi í trúnaðarstörfum eða alls konar áhrifastöðum, séu ekki að hafa sig frammi við að segja fólkinu hverja þá að kjósa. Ég held að vinna mitt líka ekkert með henni þegar maður sér bara myndir úr opnun kosningaskrifstofunnar þegar hver einasti ráðherra úr ríkisstjórninni mér finnst þetta mjög sértilegt. Úljósson og fremsta bekk á Akureyri. En ég er ekki að tala Katrínu Persi, ég er bara að tala stöðu forsætisráðherra og forseta. Og ég ætla með að tala stöðu mína. Það vil svo til að ég varaþingmaður og með þess að varaþingmaður. En ég settist inn á Alþingi á þessu kjörtímabili og satt í 3 mánuði og það ekki útilokað að ég muni setjast aftur áður en þessu kjörtímabili lýkur. Meðan ég í þeirri stöðu, ætla ég ekki að segja fólki hver á að vera forseti sem hafa aðhald með mínum störfum. Ég mun ekki hafa mig frammi og lýsa yfir og opinberum stuðningi við einn eða neitt. Af því að það ekki mitt að segja öðrum til, sérstaklega ekki þegar ég í stöðu þar sem ég á að vera í armslengd frá forsetaembættinu. Og mér finnst það mjög alvarlegt mál og það lýsir kannski bara þjóðfélaginu sem búum í að ágætt vinkona mín sem búin að vera vinur mín bara í 50 ár og hefur verið trúað fyrir ýmsu íslensku samfélagi mjög oft og hefur staðið sér frábærlega í sínum störfum og enn að hún segir á Facebook bara Kári hefur talað og svo birtur hún myndband með stuðningi við lýsingu við fram í þetta. Já, heyrið þið, svona átt að vera. Þetta á maður ekki að gera. Við eigum að leyfa fólkinu sjálfu í landinu að velja sem forseta. Við eigum að halda okkur, og fyrir utan ég lít á mig sem áhrifamann að einhverju leyti, að því að ég varaþingmaður, ég fer hugsalega inn og þá á ég að halda mig til hlés mér og flest allir þingmenn hafa haldið sér til hlés, en einn og einn eru með stuðningsyfirlýsingar og mér finnst það ekki vera okkar mál, hvorki okkar sem eru varaþingmenn eða þingmenn. Eða áhrifa fólk í samfélaginu allum enn einu sinni að segja líðinu hvernig hann eigi að haga sér. Þannig eitt atkvæði á mann, þetta einu kosningarnar á landinu sem að hver einn landsmaður hefur eitt atkvæði jafngilt öðrum. Skýrist þetta í síðustu vikunni eða eitthvað? Má ég aðeins segja? Ég held að Helga sem aðdóðsendir við Ég vil í fyrsta lagi bara halda því til hafa. Mér finnst það mjög miður ef einhver heldur og ég sé að segja einhverjum hvernig hann á að kjósa eða ef einhverjir telja að ég sé að reyna að hafa áhrif. Ég bara að lýsa minni upplifun af því hvernig forsetaembættið hvernig það hefur þróast og hvernig ég myndi ráðstafa því ef ég væri að ráða í starf. Þetta er bara fólk sem að býða sér fram núna til þess að starfa í þágu þjóðarinnar og ég ekki sammála því að þetta sé starf sem með aðhald gagnvart þinginu. Það umboðsmaður Alþingis. Það hins vegar sem að hann hluta framkvæmdarvaldinu, forsetinn. Þannig að þetta í eðli sínu starf sem daldið gott
og mikilvægt að menn hafi þá þekkingu á þeim þáttum. Hvað finnst þér þá það sem Ólafur Ragnar gerði? Það sem hann beitti aðhaldinu og ég held að séu kannanir sem sína það að séu bara 90% af þjóðinni sátt við ákvörðun Ólafur Ragnars að stoppa ISF. Ég að segja það að hérna ef ég má bara aðeins klára það. Ég held til dæmis að Vigdís Finnbogadóttir það standist mjög vel tímans tönn, það áherslu sem hún var með, hún var á svona ræktun lands og líðs og umhverfið og barnæskun og allt þetta, en fólki fannst það alveg tímabært að heyra eitthvað sem væri svona meira bindi svona að daglegri viðfangsefnum. Ég held að það sem að Ólafur Ragnar gerði þarna, ég ætla ekkert að halda þið fram að ég hafi verið alveg sátt við allt sem hann gerði, en ég held að það hafi skipt sköpum í skilningi okkar á stjórnskipan sem náttúrulega í raun og veru á blaði, allt önnur heldur núna í rauninni og það að einhver forseti tekur sér til og túlkar hana allt öðruvísi heldur en hefur verið áður, það bara sýnir varnarleysi pólitíku svona gagnvart forsetaembættinu því að hvað hefði gerst ef að sko ríkisstjórnin hefði sagt af sér eða eitthvað slíkt við þetta. Þannig að hann sko mat aðstæður með þeim hætti að það bara rosalega mikilvægt að þjóðin fylgdi sér á bakvið það, þannig að ég algjörlega ef þú svarar nú ertu með tvennt sko, þú ertu með hérna starfslýsingun á dulmáli í stjórnarskránni og svo ertu með svona hefðina eins og hún hefur verið og hefðin eins og hún hefur verið þar hérna hafa stjórnmálin, þingið og ríkisstjórnir reynt að verja sín völd, reynt að hérna sannfæra okkur hérna almenning að forsetinn hafi ekkert vald. En svo bara kemur í ljós að þegar að forsetinn kýs það að túlka upp á nýtt að þá lætur hefðin undan því sem að stendur þarna í þessari óljósu starfsyfirlýsingu og það eru mörg ákvæði sem eftir eru sem að forsetinn gæti virkjað og ég ekki sannfærður það að þessi svona einbeitta áhersla stjórnmálana og elítunar eða hvað sem segja að forseti sé bara við viljum bara fá einhverja tákmyndana látið okkur vera, við höfum umboð þjóðarinnar, ekki forseti til þess að gera nokkuð skapað hlut. Ég ekki viss að þetta sé meiri hluta vilji þjóðarinnar. Ég held að meiri hluta vilji þjóðarinnar vill raunverulega hafa forseta sem að þegar að að því við höfum oft lent í því að stjórnvöld gefa frá sér auðlindir okkar, stjórnvöld fara þvert á vilja almennings í svo til öllum málum. Ég held að sé bara ríkur vilji hjá almenningjum að hafa forseta sem að stígur bara á móti þessari frekju þeirra hópa sem hafa náð fullkomnum völdum á stjórnmálakerfinu okkar. Það alveg sama hver kosin, það alltaf sömu öfni sem stjórn á Íslandi. En þar þú í raun og veru bara að tala á þeim nótur sem ég að segja að forsetaembættið hafi þróast í tiltekinni forsetatíð. Ég held hins vegar að það hafi verið geysilega farsælt og það ekki nefnilega hefð í forsetaembættinu. Það fylgir þeim einstaklingu sem koma þangað inn og Guðni allt annars konar forsetaendur en Ólafur Ragnar var og Ólafur Ragnar var allt öðruvísi heldur en Vigdís og spurningin hvernig næsti forseti verður það fáum við upplifa þegar það kom. Guðni Breki til dæmis þegar hann var látið skrifa undir náðunarsamningana eða uppreist æru, þá sagði hann bara við stjórnmálin, ég vil ekki fá svona aftur, ég vil ekki fá þetta aftur, ég mun aldrei skrifa undir svona aftur og þau bara verður að breyta kerfinu. Og ég held að Guðni hafi verið alveg geysilega þörf breyting þegar hann kemur inn, alveg hreint eins og það kann að vera eitthvað þörf og breytingu aftur núna, ég veit það ekki, en allavega það sem að mér finnst einkenna þegar maður hugsa Guðna, þá hugsa maður bara góðan mann og mann sem velviljaður og allt það og þess vegna ætla ég að leyfa mér að segja það að mér finnst það alveg með ólíkindum að hlusta á það hversu hatramar árásir á Katrínu Jakobsdóttur miðað við hennar feril því að það ekkert bara Kári og þeir sem unnu með henni í COVID heldur alls konar fólk sem hefur unnu með þetta. Ég sá að Þorgerður Katrín var og að allir ráðherrar komi. Þetta fólkið sem vinnu með mannasætti sem að texta ná og það að fulltrúi Vinstri grænna sem pingulítill flokkur sé valinn til þess að vera í forystu ríkisstjórn þegar að stóru flokkurinn hafði mistekist. Ég held að kjósendur hafi ekki verið að biðja það
að eyða kosningabartunni í uppgjör við pólitíska fortíð Katrín Jakobsdóttur. Það var hún sem að steig inn á sviðið og hefur neitt kjósendur til að fara út í þessa umræðu. Hún steig inn á sviðið og hún sagði að menn geta bara tekið þá ákveðin. Ég er bara eina af þeim sem að býð mig fram í staðinn. Hún er í miðri pólitískri á. Það eru frumvörp inn á þingi sem hún hefur lagt fram sem er ekki búin að fá afgreiðslu. Eins og lagareldið. Það eru ýmiss konar önnur frumvörp sem eru þar ókláruð sem hún steig upp frá og veit enginn hvað örlög fá og þetta skiptir mjög miklu máli. Eins líka umdeild frumvörp eins og talar lagareldið. Mér finnst þetta mjög óþægilegt að bara að það líður valla, maður blikkar valla auga að það var alltaf forsætisráðherra orðin forseti. Já, mjög erfitt með það. Ég myndi bara fínt ef að hún í staði bara við þau fyrirheit sem hún kynnti þegar hún tilkynnti framboð sitt að hún hafi ætlað sér að ljúka þessu kjörtímabili. Það fínt, þá klárar þitt mál, ég sjálfur sagði starfi með 30 mánuða fyrirvara og vann 6 mánuði af því að vantaði mann fyrir mig og ég bara sinti mínu starfi. Klára það, líður svo og býður og afla sér annara reynslu og virðingar og kemur svo tilbaka. En maður sér líka, hún alveg að reyna að setja alveg skorp skil á milli pólitíkusins og manneskinnar. Það er ekki hægt, hún í miðri á. Já, nei, því miður hennar vegna, ég vissum hún frábær forseti seinna meir. Eins og bara maðurinn hennar, Gunnar, sem maður hefur ekki séð, hann hefur ekki heyrt minnst á hann í þessi ár sem hún hefur verið forsætisráðherra. Þau fara landið saman og tala sín fyrstu kynni og fyrsta kossin og þetta er allt önnur ára yfir sig, þannig það er mjög mikið verið að reyna að sveigja allir yfir í manneskinu. Það verður einhvern veginn að treysta á það að við höfum gullfiska minni, en ég vil staldra við Guðna. Það var þetta, það voru stór breytingar, það var pólitíkus sem settist í sætið á Bessastöðum á sínum tíma þegar Ólafur Ragnar kom og hann beitti sér sem pólitíkus. Hann var pólitíkus allan tíman. Mér fannst ekki allt eðfelt sem það gerðist og það var kannski merkilega sem gerðist 2016, þannig ætlaði aldrei að gera upp fyrir sig hvort hann ætlaði að halda áfram með þetta og segir við þjóðina, já það eru slíkir óvissu tíma núna, ég verð að vera áfram og svo það verður ekki þessi óvissu tíma, það kom maður í manns stað. Ég sé núna minnskosti 6 kandidata í framboði sem get vel treyst til að verða forsetar. Bara auðveldlega, ég ætla ekki að segja hvernig ég mun kjósa, það mun kannski breytast og ég ætla að segja fólki það og reyna að breyka áróðu fyrir einum eða neinum, en ég vil minnast þess við vorum með forseta eins og Guðna sem hefði verið óskandi að hefði haldið aðeins áfram lengur, sem gjörþekkir söguna, gjörþekkir embættið, hann er ekki að koma á pólitík, minnst hann hafa staðið sig frábærlega. Þú þarft ekki að vera pólitíkus til þess að ég verði aðeins að fá orðið hérna af því að það er líka hlust á okkur í útvarpi og ég ætla að segja að það er Viðar Eggertsson, Helga Jónsdóttir og Sunna Sæmundsdóttir sem eru gestir okkar. Við erum búin að tala mikið. Hver eru þið? Já, við erum Synir Egils. Já, en hérna 2 af 4. Og ég aðeins tala fórstana með öðruvísi, að þið vorum að tala þetta með 6 efstu og eitthvað svona. Það sem þið nefndu þáttina sem kom eða þjóðinu óvart að var ágætt í sjónvarpsefni. Það sem ég held að við gert þáttin voru þessi 12. Því að það kom bara í ljós að þetta var bara áhugavert að hlusta á þetta og þetta er allt saman stórmerkilegt fólk sem er að bjóða sig fram. Þetta er fólk með bara merkilega reynslu og ég tala við þau öll nema Katrínu sem hefur ekki þegið búið að koma hingað við rauðaborðið en þetta er bara stórmerkilegt fólk. Og ég held að það hefur bara runnið fyrir fólki og ekki síst þeir sem er ekki efst því að það fylgir oft því og kannski var það sem Halla Hrund lendi í að þeir eru fremstur, þá er alltaf 18 ára ágjafi sem er að segja að þú mátt helst ekki segja neitt, þú getur ekkert að vinna, allt að tapa og það á kannski við þessi efstu og umræðu þeirra geta til dæmis í pallborðinu og enn frekar fannst mér það í það sem Heimildi var með, það sem voru þessi efstu voru í hundleðlu þætti, síðan kom hinni þættirnir voru miklu skemmtilegri. Og það er bara vegna þess að þeir sem eru ekki ofarlega, þeir hafa alltaf sækja og þeir koma með eitthvað skemmtilegt inn í umræðuna á meðan það verður oft þannig og hefur verið og ég hef skoðað svona eldri kosningaumræður frá því 2016 og 96
getur orðið óbærilega leiðilegt að hlusta á 4 efstu sem að tala embætti sem svona óljóst, allir að passa sig að stígi ekki á neitt og þetta verður svo mikið orðasallat að það bara ekki hægt að hlusta á það. Þannig að sömuleitt það sem skemmtilegt þessar kosningar núna eru bæði þetta spennandi en líka allir þessi fjöldi sem kemur Var það ekki það sem gerir? Vildu vilja sleppa Ásdís Rán út úr keppninni eða Viktori eða, nei það bara, þetta ómissandi fólk í. Já, þetta mjög skemmtilegur hópur en einmitt, þetta að RÚV, þau verða með aðra svona kappræður og við getum kannski ekki búið upp á nákvæmlega sama. Þannig að við bjóðum upp á þetta núna og svo verður annað þáttur rétt fyrir kosningar og ég meina það verður kannski öðruvísi þá í skoðanakönnunum. En ég held að megi ekki... Þetta náttúrulega málan núna hjá öllum. En það sem auðvitað sko skiptir máli það sko hvar eru þessi vatnafskil að einhver sem hefur verið forsætisráðherra og farsæll get ekki boðið sér fram til forseta vegna þess að það bara óskupeinfallega að þjóðarinnar að taka ákvörðun að vilja þennan eða vilja hann ekki. Það ekkert sem að segir að þetta megi ekki eða eigi ekki að gerast. Það engin siðferðilega álitaefni eftir því sem ég best það séð og ef ég sko horfi bara til þess að sko það ekkert svo langt síðan að allar skoðanakönnanir voru þannig að hún væri óskakandidatinn og þá var hún forsætisráðherra í forsetaembætti og það er vegna þess að yfirleitt hefur hún siglt í gegnum sín störf þar sem hún hefur verið mjög sko í sviðsljósinu án þess að persónulega mistiga sig eins og eiginlega mjög margir stjórnmálamenn. Það ekki hægt að draga fram að hún hafi verið með einhvern flott ræfilsátt, að hún hafi orðið allt annars konar manneski, að hún hafi verið að skreita sig með einhverju svo framvegis. Og þess vegna finnst mér mjög merkilegt sem sessunautur minn segir hérna að það sem gerist núna það að hún áttar sig á því að forsetaembættið annað forsætisráðherraembættið og þá kemur fjölskyldan með henni í meira mæli og segir við ætlum að styðja hana í þessu hlutverki en það mjög merkilegt og ég held að allir ætti að hugsa það hversu þeir sem að unnið hafa með Katrínu Jakobsdóttur virða styðja við bakið af henni. Ef þú verður að ráða manneskju starf myndi það vera forgangsatriði að ráða manneskju sem að rauk úr starfinu sem hún síðast var í. Ég meina, getum við treyst í að í nýja starfinu mun hún ekki líka yfirgefa. Við getum ekki treyst í. Mun bjóðast eitthvað betur. Hún búin að vera í þessu hlutverki í öll þessi ár frá við og núna. Ég hef síðan að reyndar í hlutverki eins og að lesa upp úr sögum og falla fyrirlestur krimma og allt mögulegt. Þannig að það einstaklingur á bakvið þetta sem á sitt líf. En mjög skemmtilega þægilega nærveru og allt. Já, að mega ekki skipta starfsvettvang án þess að það sé, sko það verður þá að segja af hverju, hvað það sem gerir það verkum, maður get ekki boðið sér fram í forstaembætti. Hvað það sem gerir það verkum? Munurinn á henni og Ólafur Ragnari það að hann var rosalega herskár, hann var ofboðslega umdeildur og hann var mjög margir reiður út í hann. En hann var á sömuleyti og útlið, sko. Hún er það ekki. Helga, ég held að komi fram hvað vandinn við þetta framboð sem gerir þessa kosningar það að kjósendur eru sömuleyti neyddir til þess að láta kosningabartuna snúast einhvern pólitískt uppgjör á ferli Katrínar Jakobsdóttur og það það sem að verður röskunin og við erum kannski bara að vera vel einhvern forseta en allir fáum við þetta verkefni og sem að þú sérð bara í umræðunni að veldur gríðalegri svona heitir skautum í samfélaginu. Við sjáum í könnunum að það eru 42% þjóðurna sem vill hann alls ekki sem forseta og það hennar erfiðleikar í kosningabaráttunni að þótt hún hafi 25% sem að vilja hann sem forseta þá þarf það að fara á móti þessum 42% sem að þú sérð að þeirra stuðningsyfirlýsingar að koma. Ég bara vorkinni fólkinu sem á Facebook að lýsa við stuðningi við Katrínu Jakobsdóttur. Því það bara ryðst inn á þráðun hjá þeim, þú veist hvort að fólki sé geðveikt. Ég ekki á Facebook, þannig að ég þarf ekki dóttast það. Kíkja á Vilja Birgis sem allt í með lýstu við stuðningi við Katrínu. Og það bara komnir margir metrar að bara, hvað kom fyrir því Vilji? En það samt rosalega merkilegt að fólk sem hefur átt samskiptið, hvort sem það á kjarasamningasviðinu, ég átti samskiptið þannig að þegar við vorum að setja hörpu á laggirnar, það einhver vilji til
þess að styðja við einhvern einstakling sem lausnamiðaður og hefur tekist að sigla í gegnum mjög mörg verkefni. Það var líka við Hallur Hrund, en Morgunblaðið dregur það upp eins og þessi spilling, af því að fólki sem vann með henni í Orkustofnun styður hana, að það dregur Morgunblaðið upp sem spillingu. Að munurinn sá að við erum með einstakling sem búinn að vera berskjaldaður mjög lengi og svo erum við með einhvern sem óþekktur eins og það alltaf hægt að menn eru flekklausi kannski með eru óþekktir en það komast óþekktar í gegnum mörg ár. Það eru forsetakosningar aftur 2028 og það engin ómissandi í þessu samfélagi. Það bara ekki nokkur manneskja eins og kom í ljós þegar Ólafur Ragnar ætlaði aldrei geta hætt 2016 af því að hann hélt að væri ómissandi og svo komið út í ljós að það var bara alveg hægt að fylla þetta sæti bara með miklu sóma og hefði verið geta. Og það eitt af stórkostlega hjá Guðna að hann ákvaða sjálfur að hann ætlaði ekki, hann væri ekki ómissandi. Ég finn til með Sigurjóni bróður mínum af því að alls það sem að mig kemur þá vil fólk tala forsetaembætti. Ég hef grunum að hann vilji sveigja þessu eitthvað annað. Já, ég ætla að gera það og vil gera það. Ég vil það sem í gærikvöldi með Eurovision, þetta strax komið svona gýðingahatarar eitthvað svona sem einmitt verið að draga fólk í einhverja dilka sem jafnvel ekki til og en útreið Íslands var náttúrulega alveg skelfileg í þessu voru ekki lagst allra. Já, töpum. Lassi í fréttum, ég eins og organistinn í atómstöðinni, hann nefndi ekkert að vera að fylgjast með fréttum degi til dags í seinni heimsstyrjöldinni, heldur sagði bara ég ætla að lesa þetta í nokkru línum í alfræðibóka eftir. Búið. Já, og ég fylgist nú ekki með Eurovision, ég var í leikhúsi gærkvöldi, en ég er búin að lesa allt Eurovision í nokkru línum. Já, þetta meðal annars ég horfði á stigagjöfinni, ég hef aldrei hort á þáttinn, aldrei nokkuð tíma. Nema í Gleðibankan, þá var ég á sjó og vorum á Ísafirði og ég keypti 2 freyðinsflöskur til að ég trúði Eiríki Jónsson við myndum vinna, þannig að það var skjút upp en við drukkuðum nú samt en þetta er sögulegt, þessi þáttur í gær, þessi keppnin í gær, hún mjög söguleg. Já, ég horfði ekki, ég horf alltaf og bara hef mikil Eurovision kona en mér fannst þetta bara allt súrt í kringum þessa keppni og bara gæti ekki hugsa mér að horfa. Líka bara þetta er fráleitt að halda því fram að þessi keppni sé ekki pólitísk. Hafa náttúrulega staðfestist þegar Rússum var meinu þáttaka svo bannað að bera palestíska fánan þarna og bara vera hæft að tjáningarfrelsi fólks þannig að þetta er allt fárlegt í kringum keppnina í ár og langaði ekki taka þátt í þessu. En er þetta þá kannski komið úr böndan? Ykkur er að fullera það að þetta sé bara búið, það ráði ekki lengur við þetta, að það er alltaf pólitík sem kemur læðist inn í prógramið. Ég persónulega er ég bara í fílu út í keppnina ég veit ekki hvernig þetta fer á næsta ári en já, ég held að þetta geta alveg örugglega dregið úr áhuga fólks á þessu bara því þetta er allt eitthvað svo súrt bara. En er einhver sem horfði á keppnina? Ég horfði ekki en ég heyrði í fréttum á leiðinni hingað að við hefðum verið neðsta sæti í áhorfskeppninni með 3 stig og í seinni áhorfendakönnuninni þá var þó Malta með 13 stig þannig að auðvitað er það eitthvað sem er súrt. Mér finnst þetta eiginlega bara ofboðslega sorglegt því að þetta er svo Hvað? Fram á Íslands eða keppnin? Niðurstaðan fyrir allt heila klappið í Malmö núna. Ég held einhvern veginn að fréttum að dæma þá hefur svo margt verið öndvert það hefur og auðvitað er það rétt sem kemur fram að það er ekki tækt að halda þið fram að það sé engin pólitík tengslu við þetta er hluti af því að sameina og það er pólitík í því að reyna að sameina fólk á einhverjum öðrum grunni heldur en oftast er og það hefur tekist virðist vera í áratugi en núna veit ég hreinlega ekki, ég veit ekki til hvers þetta leiði, ég hef aldrei verið Eurovision aðdóndi, hins vegar fannst mér mjög gaman að fylgjast með þegar Felix sem í frambóði með manninum sínum var með einhverja undirbúnistætti mér fannst það svo notalegt og huggulegt að horfa það þannig að, og auðvitað hefur maður verið með pop og snakk og eitthvað svoleiðis með fjölskyldu að horfa á Eurovision og þetta var ekki hug núna Þetta er svolítið barnefni líka
Já, þetta samin af fjölskyldur alveg, eða hefur gert það. Já, neyðir suma til að sitja með. Nei, mér fannst allt í lagi. Mér finnst alltaf gaman að horfa á Eurovision, ég er ekkert Eurovision fan, mér finnst yfirleitt ekki skemmtileg tónlist sem er fluttar, en með árunum hef ég haft áhuga á sviðsetningum af því að ég er leikhúsmaður og það er alveg svakalega miklu breytingar sem hafa orðið á þessari keppni á þessu 67 árum sem hún hefur verið og ég hef vel ekki alltaf gaman af kosningum og og stigagjöf og svo framvegis, en bara eins og ástandið hefur verið núna og í aðdraganda þessara keppni í Malmö, það bara hafði ég engan áhuga, mér fannst engin gleði lengur fylgja þessu og ég fannst miklu meira gaman að labba í leikhúsi í gærkvöldi og fara í gegnum miðbæinn og sjá hann bara tróðfullan af fólki, þetta var mikið að ferða mönnum, en það var líka mikið á Íslendingum, þannig að þetta eru breytti tímar, við erum ekki lengur á sama stað og þegar gleðibankirnar frumflutur, við erum, bara samfélagur eru öðruvísi, menningarleysla er orðin öðruvísi, við erum fleiri tækifæri, við getum þess vegna séð sjónvarpsefni á tímaplatti eða á vefnum eða hvað, við erum ekki vera bundið með sjónvarpi og það er bara svo margt áhugavert að gerast í menningarlífinu á Íslandi sem er kannski bara miklu skemmtilegra og frurra heldur en að sitja við skjáin. Þetta er ekki hæg þróun, það sést bara á ávörstölum á Eurovision núna og í fyrra að þetta er snögg þróun, það er svona kannski 40% þjóðurinn að sneri sig frá þessu og sömuleyti er þetta niðurstaðan, þessi 3 stig er að það kom einhver stemming hérna upp einhver staðar á slóðum, sjálfstæðisflokkur, miðflokkur út að saga eitthvað að velja heru til þess að hindra það að færi palestínumaður í nafni Íslands sem hefði verið náttúrulega sögulegt og merkilegt og var með betra lag og allt saman, en þessi hópur náði einhvern veginn að senda sinn fulltrúa með þessum árangri, það fikk 3 stig. Þeir voru í aðdragandanum að þá reyndi Sigmundur meðal annars og Brynjar að gera þetta einhvern veginn svona pólitískt mat úr þessu, voru að reyna að fá Brynjar til þess að lýsa þessu og töldu þar með að Hera væri sinn fulltrúi einhvern veginn. Það hefur verið gaman að sjá áhorfstöluna þá Mér finnst það bara gott að það kemur í ljós hvert svona menningarlegt innsæi þessa hóps er, sem er náttúrulega ekki neitt. Nei, þeir nota líka Brynjar sem eitthvað kjánabrigata, það er ekki það. Ég skilir, hann sagði vera húmoristi. Það var í kosningin hérna heima var rampolítísk. Og þetta er Eurovision pólitísk og hefur alltaf verið. Alltaf verið. Og það er ekki þetta, við erum bara annarkvort einhvern veginn lifið við það. Ég er minnst alltaf lagi að veltaði fyrir sér, eigum við að vera í svona, ef ekki bara leyfa Rússum að vera þarna og ef ekki bara leyfa Íslandsmönnum að vera þarna. Því að við erum að banna öðrum, að þá verðum við að banna báðum og segja sem að þetta er bara að við bannum afskipti stjórnvalda að þessu, reynum að gera þetta einhvern veginn að sé á vegum að þjóðirnar sé að hittast en ekki helvíti stjórnvaldin. Eitthvað svoleiðis, kannski er það ekki hægt og þá bara eiginlega ekki af, því að við getum ekki verið með einhverja keppni milli Netanyahu og Orbán og Rishi Sunak einhvern veginn að vera með einhverja ég held að fólk með bara snúa sig frá þessu. Já, ég held að veit nú ekki hvort þetta sé síðasta keppnin en það kemur ljós. Þau þurfa einhvern veginn að endurfæða hana, hún gengur ekki svona. En núna er stutt eftir reyndar að nú fer þingið að stoppa. Því að það náttúrulega verður að gefa rými fyrir forsetakosningar og það eru mörg erfið mál í þinginu. Frá fyrirverandi forsætisráðherra meðal annars. Já, hún lagði fram með að í hennar ráðherratíð í matvælaráðuneytinu var þetta lagareldis frumvarp til. Og ég svolítið að hugsa sanngirnisbætur fyrir sem er ekki á horfið, sem er bara á byrjunarreit frá því hún skildi eftir það 9. nóvember síðastliðinn. Jóhanna Sigurðardóttir flutti sambærilegt frumvarp, reynda miklu betra og manneskjulegra á sínum tíma 2010 sem að flaug á nokkrum vikum gegnum þingið í þverpólitískri sátt. Þetta er bara að stoppa byrjunarreit í nefndinni sem það vísa til í byrjun. Það er svona mál sem að maður hugsa hefði ekki verið betra að klára þau.
segir nú ekki meira en lagareldið alvarlegra mál. Ég má ekki aðeins kroppa mig, sko. Þegar ég tala sanngirnisbætur, þá ég var ritstjórinn sem stýrði umfjöldunum Breiðavíkurmálin og svo fórum við hitt bara voru þetta alltaf eftir og mér finnst alltaf þegar ég kom sanngirnisbætur þá finnst mér svona já, vast segur sko undan þetta var ofboðslega erfitt mál að vinna, alveg ofboðslega erfitt, það var alveg grátandi fólkin á ritstjórninni dag eftir dag og þetta var mikil sorg og mikil átök við þetta. Já, þetta fólk sko sem að þarna undir, til dæmis vöggustofubörnin og fleiri. Vöggustofubörnin elstu eru 75 ára í dag, þau sem á lífi. Samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar, þá var dauðsföll miklu tíðari meðal þessara barna. Þau létust yngri, heldur en jafnaldra þeirra. Þau áttu við mjög mörg vandamál að stríða í gegnum líf sitt. Það miklu tíðari að... Ég verð ekki að gera lítið. Nei, ég veit að ég tók það alls ekki þannig. Það er miklu tíðari að fólk hafi verið á örorkubótum og geðvandamál er það algengasta sem að geðraskanir ýmsar sem að þetta fólk hefur glímt við og í sama burði við jafnaldra þeirra á hverjum tíma fyrir sig er þetta sláandi tölur. Og núna líður og býður þetta fólk sem er elst orðið 75 ára þeir fáu sem ennur á lífi. Ef við býðum lengur, þá munu þeir falla frá. Þannig að við erum að tala sko börnin sem bjuggu við mesta harðræðið frá 1949 til 1963 sem fæddust þessum árum. Til hvað sagðirðu? Mest 63, það er Veggustofan á Hlíðarenda. Hún var raun og veru bara algjört fangelsi, hún var gjörgæsludeild, hún var sjúkrahús fyrir raun og veru gjörgæsludeild fyrir fullfríska börn sem urðu veik af því að vera þar. Þessi börn er að bíða eftir meðal annars þetta frumvarp gangi í gegn. Það er fast síðan 9. nóvember í nefnd og hefur ekki hakkast þá eftir að fara úr nefndinni, fara í umræðu, fara aftur í nefnd, fara síðan í umræðu. Þetta tók á sín tíma nokkra vikur. Þetta er eitt af þessum málum sem er eftir og bara segir eftir hverju verið að bíða eftir þessi börn degi. Mér heyrðist nú bara Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra sem að náttúrulega núna komið með þetta mála í sitt fang sko, að bara vera að drepa þetta mál eiginlega. Er hann þannig að klára þetta? Nei, að klára þetta ekki. Þetta er reyndar arfarslæmt frumvarp sem er kallaði fram. Ég er ekki miður að segja það. Ef maður berða saman með frumvarp Jóhannu frá 2010, þá verður maður bara sár og reiður, sko, hvers konar niðurlæging þetta frumvarp er. Og kannski eins gott að það í sjálfur sér verði ekki samþykkt. En ég óskaði eftir því að ég var kallaði fyrir þingnefnd á sínum tíma, þarna fyrir vetur að það er því bara framlengt þetta frumvarp frá 2010 og það er miklu mannastilegra eða samið í anda þess nýtt frumvarp. En þetta er bara eitt af þessum málum að þetta er að hætti í miðri á sko. Þetta er svona þetta segir bara veist hvað ég meina það verða forsetakosningar 2028, 2032, 2036. Við verðum að sveigja umræðin aftur í því. Bendir á það. Ég held að hildupottandir séu svolítið þannig í dag. Það endar allt, sveigist allt í umræðin forsetakosningar. En það er náttúrulega dásamlegt að þjóðin sé þannig að henni finnist jafn mikilvægt að fylgjast með þessu embætti sem að sumir voru búin að tala niður í algjört valdaleysi. Þannig að ég held að það sé, og ég er alltek heilsvegar undir að það var gaman að horfa á þessa 12 sem voru svona mismunandi og ekki síst þá sem að þú nefndi þannig að hérna en varðandi sko þingmál þetta sko það var svo átakanlegt að fylgjast með þessum úttektum sem að þú þá Sigurjón áttir þátti að fóra á stað og að horfa á Viðar tala þar sem að hann kom að og svona að mann óraði ekkert fyrir því að svona væri í íslensku þjóðfélagi, eða ekki mig og þetta kannski hafa einhverju þekkt til þess en þetta er eitthvað sko með bara lýsingarnar á þessu vöggustofumál þetta maður finnur til í hjartanu og ég veit ekki hvernig hérna hægt er að bæta það en mér finnst það mjög slæmt ef að frumvarp er bara lýst yfir að það eigi að hérna drepa það því að
það er eitt af þess sem ég finnst erfiðast í íslensku stjórnmálum, það að menn telji sig ekki sko skuldbundum. Ég finnst alveg, ég hætti ekki að hugsa það að við settum stjórnarskrármálið okkar í tiltekinn farveg og að það sé hægt bara að segja að það þarf ekkert að fylgja því eftir, við bara tökum þá ákvörðuna því að það er þingi sem þarf að ákveða. Mér hefði fundist það svoleiðis mál á ekkert að vera hægt að svæfa nema með því að þjóðin sjálf tæki ákvörðunum það aftur vegna þess að hún tók ákvörðun fyrr í málinu þannig að, og mér finnst þetta alveg sko, mér finnst þessi hlutir sem að ég hef verið að upplifa sem ofboðslega mikilvæga í húsnæðismálunum þar sem að innviðaráðherra sem nú er orðin fjármálaráðherra setur tilteknar hluti á dagskrá og skilgreinin tilteknar hluti sem ég held að séu mjög góðir fyrir þá sem þurfa á húsnæði að halda, svo bara stoppaði alltaf í fjármálaráðuneytinu. Það samgöngusáttmálin sem að, sko, ég held að sé eitt af brýnustu málum í loftslagsmálum og öllu og bara breyttum ferðavenjum, engin peningur til. Eða hvað þá með nýja öryrkjafrumvarpi sem eru líka framför í því, það er á hækkun til. Vandinn við það frumvarp það vantar náttúrulega fjármögnunum til þess að sé tekjuleiðrétting sem að öryrkjar hafa verið að bíða eftir frá hruni, af því að þeir allir þurft að taka á sig byrðar, að þá setja öryrkjar og eftirlaunafólk ennþá með byrðarnar. Og núna er bara búið að ákveða að það eigi bara vanti pening og það er best að öryrkjarnir borgi það næsta árið. Þetta er auðvitað skelfilegt. Þetta er skelfilegt hvernig farið er með jaðarsett og illasett og fátækt fólk á Íslandi. Það er alltaf þau sem eiga að bera mestu byrðarna til að borga þar sem aðrir þurfa að fá. Tími líður hratt á gerfinni hattöld og ég ætla að fara að loka mælendaskrá. Þátturinn er orðin 10 mínútur lengri heldur en að til stóð. Er eitthvað svona sem að við höfum ekki komið að en þið brennið fyrir? Já, ég get alveg brunnið fyrir af því að hann var að rekja Gunnar Smári þess að þætti frá Bretlandi. Ein af mínum eftirlætisbókum er Post-War Europe, sakfræðið eftir Tony Judd. Það sem að meðalann, og þar er rakið þau vatnaskil sem verða með nýfrjálsvíkinu, með Thatcher og hvernig sko þegar að hún fer í burtu þó auðvitað hafi hún verið að takast á við vandamál sem henni einhver leiti tókst að leysa og henni, en þegar hún fer í burtu að þá eru öll kerfin hrunin, hinn stolta stjórnsýsla Breta með sinn civil service, hún hafi verið sko kaffarð af því að það var ekki traust borið til hennar og það var eintómi pólitískir aðstofamenn sem voru teknir inn og ég held að það sé eitt af því sem að við eigum að hugsa alveg ofboðslega mikið hver er ábyrgð hvers og eins og ég held að það sem eitt af því sem er bara vandamál eins og við lagareldisfrumvarpið er það þegar að menn einhvern veginn vita ekki hver ber ábyrgð á hverju og það sé hægt að taka sérhagsmunnaöfl inn og leyfa þeim að breyta lagafrumvörpum sem eru undirbúnar af sérfræðingum og við höfum hort upp á þetta og það er gert í Bretland og annars staðar líka að eftirlitsstofnanir hafa markvisst verið veiklaðar endalaust þannig að það sem maður á að eiga atkvarf til þess að réttum lögum og réttum leikreglu sé framfyllt, þar er ekkit atkvarf vegna þess að það er búið að veikja það svo mikið. Og það til dæmis er bara eins og fjármálaeftirliti sem á sínum tíma, það voru meira sér bankarnir sem eru eftirlitsskyldu aðilarnir, þeir vildu hækka framlögin til þess að endurheimta traust, en það var ekki viljið til þess einhvern veginn að fylgja því eftir og hugsið ykkur hvað skortur og eftirliti það kostaði marga mikið. Og skattræmdastjórum leira sem er búið að reykja viljandi. Umhverfisstofnun, matvælastofnun, alveg saman hvað það er. Og orkustofnunin í eitthvað annað því að þeir voru ekki ánægði með línuna sem var lögð þar. Orkustofnun? Það verður umhverfis og orkustofnun eða eitthvað leys. Það er bara í gangi mér líka að segja, svona valdarán. Aðför. Það er verið að veikja almannavaldið sem er náttúrulega framkvæmda armur lýðræðisins, gagnvart sérhagsmunum sem er náttúrulega bara annað orðið yfir eina ríku. Það er ekki sérhagsmunir öryrkja sem við verðum að tala um, það er að tala um sérhagsmunni penningavaldsins. Herrið, en hér er verið að kaflaskilja í þessum þætti. Við ætlum að þakka Viðar, Helga og Sunna fyrir komuna. En við sittum eftir bræður að venju og Ragnhildur Helgadóttir, rektor í Háskólanum í Reykjavík kemur til okkar. Þakka til heyri henni, hún er svo skemmtileg.
og við líka sko. Þetta logo Við vorum alveg þetta var orðið svo dögt þetta í lokin sko, en nú erum við að hlæja aftur, það gott. Nei, þetta var fínt. Já, svona tala fólk saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár.